Já, komið sæl. Við sjá hvað margir mættir hérna á fyrstu samkomunni í ári. Textin okkar í kvöld eiginlega svona byrjunin á 52. Davíðsálmi og hann kom einmitt fram þessi orð sem við sungum í byrjun. Við bara byrja á að lesa sálminn, eða lesa sér 3 vers í byrjun sálmsins. Eins og hindin þráir vatnslindir, þráir sálminn þig, ó Guð. Sál mín að þyrstir eftir Guði, hinum lifanda Guði. Hvenær mun ég fá að koma og sjá augliti Guðs? Tár mín urðu fæða mín dag og nótt, því að daglangt var ég spurður, hvar er Guð þinn? Menn að velt fyrir sér umgjörð þessa texta og hvernig hann var til og hversi tilefni þess að hann var til. Og menn að komið svona ýmsar hugmyndir. Einhverjum datt í huga þetta hefði að vera að lýsa því, að lýsa hugarástandi Davíðs konungs þegar hann flýði undan Absalón syni sínum. Einhver hefur líka séð þessu þegar Jesús kom til jarðarinnar og afklæddi skírð hinna og var maður og þurfti að gangi í gegnum alla erfiðleika sem hann þurfti að gangi í gegnum hér. Og svo eru einhverjir sem að hugsa bara kristinn mann sem að hefur horfið tilbaka og hefur svona eitthvað dofnað hjá hann trúarlífið og það er svona margt sem hann lítur til með sakninni og hann sér það að hann þyrstir eftir Guði. Hversum tilefnið nú, þá skiptir kannski ekki öllum máli. Þetta segir allavega sálmurinn, þessi versinnlega, þessi lasleif lýsa svona ákveðnu ástandi. Því að kannski tvennt sem kemur fram sérstaklega. Annars vegar þessi þrá eftir Guði og hins vegar þessi efi eða kannski mótlæti eða ofsóknir eða en mér finnst einhverju sem að hæða mann fyrir það. Hvar er Guð þinn núna? Hvað er orðað Guði? Hvað er Guð þinn? Hvað er Guð í lífinu? Þannig að ef þið eruð komin hingað til að hitta Guð og þið þyrstir eftir Guði og ef það er einhver vonbrigði eða eitthvað í lífi ykkar, þá er þetta textin fyrir ykkur í kvöld. Ég las jólin, eða fyrir jólin, eða jólin sennilega, bók sem heitir Silfurstóllinn. Þetta er bók sem ég svo sem lesið áður og er ekki glæný. Hún er eftir C.S. Lewis og hún er í Narníu-bókaseríunni. Þetta er svona ævintýra sögur sem gerast í ævintýraheimi og segja frá ljóninu Aslan eða ljónin Aslan er eiginlega í sögunni táknum Jesú Krist og segja frá börnum sem koma og upplifa ýmislegt sem hefur svona trúarlega skírskotun. Þetta er bara ævintýri en svo þegar maður lesa með ákveðnum augum þá hefur þetta svona sterka trúarlega skírskotun. Og í þessari bók þá var stúlka sem var komin á fjall Aslans, hún vissi það hún kannski ekki sjálf í byrjun, en hún var bara alveg óskaplega þyrst. Hún hafði verið að ganga eða verið að ferðast og fann hvað hún var þyrst allt í henni. Og svo heyrði hún í læk og sá læk, en það var bara eitt vandamál að ljónið Aslan það lá hjá læknum. Og hún fann það út og hún yrði það fannst að drekka. Hún var mjög þyrst. En hún óttaðist ljónið. Hún óttaðist það að ljónið, vissi hvað ljón myndi gera við hana. Og það má segja kannski að ef hún ætlaði að fá sér að drekka þá vissi hún það að hún yrði á valdi Aslan. Hún yrði á valdi, í rauninni yfirferðin og svo hún yrði þá sem ætlaði að drekka lífsins lind, hann er á valdi Jesú Krist, hann gefur svona á valdi. Og hún valdi nú að drekka, en kannski getur þetta verið eins og mynd yfir það
hvernig við getum verið þyrst eftir Guði. Og við vitum það að margir þeir eru þyrstir, margar þyrstir eftir einhverja viljósti, menn eru leitandi. Og það margt sem leita í. Og við þurfum ekki að horfa lengi í kringum okkur til að sjá hvað er verið að auglýsa í þjóðfélaginu kringum okkur. Það er verið að auglýsa alls konar tækni, það eru jóga og það eru einhver búddismi líka og það er bara ýmislegt sem er verið að auglýsa og það hafa að gefa svo góða líðan og það hafa að gefa svo mikið fríð og svo framvegis. Og það besta við þessu öllu sem mann fram ekki verið að stjórna þið sjálfur, það halda menn allavega. Því að fólk vill gjarna fá að stjórna sjálf, það er ekki tilbúið til að fela neinum stjórnina í lífinu sínu. En okkar Guð, hann er ekki þannig. Okkar Guð, hann er lífandi Guð. Sálminn að þyrstir eftir Guði, hinum lífanda Guði. Og hann er Guð sem að lætur ekki stjórna sér og hann er ekki svona Guð eins og margir hafa mynd af. Einhver sem að situr á himnum og hefur bara gaman af því að gefa börnum gjafir og svo er hann bara alveg saman, eins og gamall afi. Ég er kannski bráðar afi, þannig ég var að kynast þess að ránari leiðan. Og sumir hérna þekkir þetta þegar, en hérna Guð er ekki þannig Guð. Hann er Guð sem að hefur markmið, hefur áætlun og það er hann sem að vill fá að stjórna líf okkur og það er líka það sem er okkur fyrir bestu. Og hann er líka svo eini sem getur svarað einið á þorstanum. Eins og þessi sem að ofti sálminn lýsir. Við sjáum það seinni í sálminnum að hann minnist þess sem var. Og svo segir hann sálminn að þyrstir eftir Guði, hinum lífandi Guði, vegna þess að það er engin annar sem getur svarað þorstanum. Öll þessi tækni og allt þetta, það er eitthvað sem að næri ekki lengra. En það dugar ekki. Og Jesaja lýsir þessu raun ágætlega. Í 44. kaflanum hjá Jesaja þá verður að segja frá manninu sem að náði trétrum og skipta hann svo í tvennt. Hann brendi helminginn og notaði hann sem eldi við og svo ætlaði hann að tilbyða hinn hlutann. Ég les hérna í vers 16 og 17. Helminginn af viðinum brennir hann í eldi, á glóðinni steikir hann kjöt, etur steik og verður sattur, hlýjar sér og segir, nú er mér vel líkt, ég nýt eldsins. Úr því sem gengur af, gera hann sig Guð, skurðgóð sem hann krýpur fyrir til þér og segir, hjálpa mér því að þú ert Guð minn. Þetta er svona svolítið hæðnisleg lýsing á trúarbrögðunum í kringum Ísraelsmenn og þessi skurðgóðadýrkun sem var náttúrulega þekkt bæði í Ísrael og fyrir utan. En kannski er þetta líka bara nokkuð raunsæð lýsing á okkur nútímamönnum, hvernig við viljum hafa hlutina. Við viljum geta sett allt í okkar ramma, við viljum geta haft stjórn á öllu og svo viljum við hafa Guð sem getur treyst fyrir öllu líf okkar líka. Það bara gengur ekki upp. Svo eini Guð sem er nógu stór til að geta frelsa okkur, það er Guð sem við getum stjórnað. Þegar Móse, þegar Ísraelsmenn höfðu búið til gullkálfinn og Móse hafði reiðst brotið töflurnar, þá fór hann og talaði aftur við Guð og það kemur fram í 33. kaflanum í annarri Mósebók. Þá er rakið eða samtal drottins og Móse. Og drottinn segir Móse að hann er búinn að lofa því að hann ætlar að senda eða leiða Ísraelsmenn í Fyrnalandið og hann ætlar að standa við það. En hann segir, ég mun senda engil á undan þér og reka burt Kanverja, Amorita, Hetita, Perisíta, Hevita og Jebusíta. Þið skulu fara til þess land sem flýtur í mjólk og hunangi. Svo bætir hann við, ég fer ekki sjálfur með ykkur, því að þið eru harðsvílu þjóð og til þess gæti komið í eitt ykkur á leiðinni. Drottinn ætlar að senda engil, hann er búinn að lofa þeim, hann er komið sér fyrirheit og hann ætlar að senda engil til að uppfylla fyrirheitin en sjálfur verður hann ekki með. Og var þetta ekki bara gott? Var þetta ekki bara fínt svona? Var það ekki aðalatriðið að fá blessunum sem drottinn var búinn að lofa? Hann ætlar að gefa þeim land sem flýtur í mjólk og hunangi og nú ætlar hann að senda engil og hann að gefa þeim eitthvað. Áttu ekki bara að vera ánægðir? Þeir voru það ekki og Móse hann talar við Guð og hann segir
ef auglit þitt fer ekki með, leiddu okkur þá alls ekki héðan upp eftir. Ef þú fer ekki með Drottinn, þá þetta allt til ódýrs. Móse, hann var ekki upptekinn af gjöf Guðs, hann vildi Guð sjálfa. Þetta getur kannski kennt okkur eitthvað líka. Það svo auðvelt að verða bara upptekinn af því sem Guð gefur, gjafir Guðs, tyggja þær og svo bara vonandi að Guð sé svo ekki mikið að trufla með öðru leyti, því að ég vil bara fá að vera í fríð og njóta að gjafa Guðs, en ekki fá að Guð sé svo mikið að koma inn í lífið öðru leyti. Hjá Móse var akkúrat öfugt. Guð, ef þú ert ekki með, ekki leiða okkur þá neitt, ekki senda okkur þá neitt. Þú verður að vera með, annars ekki gegn í þessu. Og Drottinn veitti honum það, hann sagði, ég skal það fara, ég fer með, augliti mitt verður með. Og þá eins og Móse sé hann ekki alveg búinn, þá fara stórkostlega og það sem ég stundum undrast yfir þegar ég lesi þessa frásögn. Þegar Guð eiginlega búinn að svara Móse og segja, ég fer með, og þá átti Móse bara að segja, já, fínt, takk fyrir, þannig vil ég hafa það. Þakkaði fyrir það, svara þannig. En þá heldur Móse áfram og segir, sýndu mér dýrð þína. Og það svona eins og Móse þegar hann er búinn að vera svona lengi með Guði, þá bara fær hann ekki nóg af Guði. Nú verð ég að fá sjá dýrð þína, mér langar bara að vera með þér, ég kynnast þér betur og betur, sýndu mér dýrð þína, segir hérna Móse, og Drottinn svaraði honum vel að menn, ég leyfi honum það að fara, og hann sagði að þú getur séð andlitið, en þú getur, ég skal halda höndinni fyrir og ganga framhjá, og svo getur þú séð baksvipinn þegar þú ert komið framhjá. En það var akkúrat þetta með Móse, það að vera með Guði, það felur í sér að maður langar að sjá meir, maður langar að kynnast honum betur, og líka það að maður langar til að sjá dýrð hans. Og þá líka það að maður vill að Guð verði dýrlegur. Og það er raun dýpsta markmið lífsins, það er það að Guð fá að vera dýrlegur í mínu lífi. Það er ekki það að Guð gefur mér svo óskaplega margar gjafir, eða ég njóti svo óskaplega margs, en ekki þeim úr. Það sem er mikilvægast er það að Guð verði dýrlegur á meðal okkar og meðal allra manna. Hann verði dýrlegur meðal okkar sem trúum á hann, og hann verði líka dýrlegur meðal þeirra sem ekki hafa þekkt hann. Sagan Silfurstólinn hélt áfram. Aslan hann gaf þeim nokkur fyrirmáli sem áttu að endurtaka kvölds og morgna til að muna það örugglega, krökkunum sem voru í sögunni. Og þau gleymdu þetta meira og minna og fóru ekki eftir þeim og annars hefði ekki orðið neitt ævintýri þetta. Og svo er það komið að þau eru komin í vistarveru neðanjarðar og það er Nord sem er hjá þeim stödd. Og hún hendir einhverju töfradufti í eldinn og fer svo að tala svona seiðandi röddu við þau. Og hún fer að spyrja þau svona, hvað er það sem er saknið svona, hvað er ekki hjá mér sem er ekki annars staðar, sem er ekki það sem þið komið frá ykkar, á þeim stað sem þið komið frá. Og þau byrja að tala um sólina. Og hún segir, sól, er til einhver sól? Og hvað er sól? Hún skýrir það fyrir mig. Og þau fara að reyna að útskýra, það er svona stór, það er kannski líkið með stóra lampa. Já, sér Nordi, þið hafi hérna séð lampa og svo ímyndur ykkur að sé til eitthvað sem heitir sól. Og svo er það Aslan, hvað er það? Hvað er það? En kannski má helst segja að sé stór köttur. Já, þið hafi séð kött og svo ímyndur ykkur að sé til eitthvað stærra og mikilfenglegra sem er ljón. Og svo heldur hann áfram og tala svona seiðandi við þau og töfraduftið virkar á þau. Þannig að þau fara lokum að trúa þetta sé allt sem er sagt og þetta sé ekki til neitt sól. Það er ekki til neitt annar heimur heldur en bara þessi neðanjarðar bústaði sem Norðin er með. Og þau eru svona næstum farin að trúa þessu, reynda að sleppa á lokum. En líka þetta er svona sterk mynd á heim okkar kristinna manna. Ég er svo völd í þessar svokallaðu vísindalega hugsun og þessu vísindalega umgjörð sem er í þjóðfélaginu, að við svona snýrum okkur ákveðin ramma og það er einhver rammi sem má ekki hugsa út fyrir. Og svo reynum að tróða kristindónum í þennan ramma og við reynum að tróða Guði inn í þennan ramma líka. Og þá verður Guð svo óskaplega lítill og þetta var nú það sem við vorum að gera í því sem maður kalla nýguðfræði. Að það voru engin kraftaverk, þegar þau pössuðu ekki inn í ramma. Það var engin opinberun heldur, það gæti ekki verið. Og í rauninni engin lifandi Guð. Það var engin lifandi Guð. En þegar við hugsaum þetta aðeins betur, þá sjáum við að þetta rauninni gengur ekki upp.
Við getum bara spurt sjálf okkur, og þessa hugsun hef ég líka frá C.S. Lewis. Einhver hugsun á bak við heiminum? Þetta svona spurning sem eru tveir möguleikar, annarkvort hugsun eða ekki hugsun. Það ekki þar á milli, það ekki hálf hugsun eða byrjun á hugsun, annarkvort það eitthvað eða ekki. Hugsun á bak við heiminn, og ef það ekki hugsun á bak við heiminn, þá heimurinn ekki hugsaður, þá með öðrum orðum tilviljun. Og ef heimurinn tilviljun, þá líka allt í honum tilviljun. Þar með talið mín hugsun, þín hugsun og hugsun allra manna. Og ef hugsun allra manna tilviljun, þá getum við ekki talað rökhugsun. Og þá getum við ekki treyst neinum hugsun, getum við ekki treyst rökum og getum við allra síst treyst einhver sem þetta skynsemi. Og það endir allra umræð, þá ekkert meira að tala. Ef hins vegar það til hugsun á bak við heiminn, þá skilgreini ég ekki þá hugsun og enginn maður getur komið að sagt mér það skilgreint hana. Það hún sem skilgreinir mig, svo hugsun, eða sá sem stendur fyrir utan sem skilgreinir mig, ekki ég sem skilgreinir hann. Og þetta segir okkur tvennt sem ætti að vera svona semmilega augljóst. Og annars vegar það að við getum ekki hafnað Guði Biblíunnar með skynsemi. Því okkar skynsemi dugar ekki til að hafna Guði Biblíunnar. Og hitt þetta, að til þess að kynnast Guði, þá getum við ekki regnað og getum ekki fundið hann á eigin forsendum. Þegar að kynnast Guði, þá verðum við að fá opinberun frá honum. Og það einmitt opinberun í Biblíunni sem við höfum. Páll postuli, hann var upptekinn af þessu þegar hann skrifaði Korinthumönnum. Og í fyrra Korinthubréfi versum 21 til 25, hann stendur: Enda þó speki Guðs sé í heiminum, gátu mennirnir ekki þekkt Guð með sinni speki. Þess vegna ákvað Guð að boða það sem heimska í augum manna og frelsa þá sem trúa. Gyðingar heimta tákn og Grikkir leita speki, en við predikum Krist krossfestan, gyðingum hneyksli og heimingum heimsku. En okkur sem Guð hefur kallað, bæði gyðingum og Grikkjum, Krist, kraft Guðs og speki Guðs. Því að heimska Guðs mönnunum vitrari og veikleiki Guðs mönnunum sterkari. Gyðingar þeir voru alltaf að heimta tákn af Jesú. Þegar hann gekk hérna þá báðu hann stjórn að gera tákn og sanna með táknunum væri Kristur. Og þeir hneykslaðust á því að hann var ekki eins og þeir höfðu ætlast til að væri. Þeir höfðu búist við sterkum herkonungi, þeir höfðu búist við konungi sem kæmi með valdi. Og þannig eru margir enn þann dag í dag, það eru margir sem dýrka vald. Og þeir telja það að enginn geti verið sannur og enginn geti verið mikill nema sé sterkur og voldur og hafa vald. En Guð kom ekki þannig í heiminn. Hann kom ekki sem hinn sterki, heldur kom hann sem lítið barn, og hann dó á krossi og orðið breiðist út með veikum þjónum hans og það kraftur hans sem fullkomnast í veikleika okkar sem við erum þjónum. Það ekki styrkur sem við höfum, heldur veikleiki sem hann notar og byrti kraft sín í. Og gyðingar þeir litu á speki og allt tala synd og náð og slíkt fannst að vera heimska. Og þannig eru margir enn þann dag í dag. Þeir vilja fá einhverja speki, þeir vilja fá eitthvað svona, já, á mannlegan hátt skynsamlegt, eitthvað sem geta fellt sig við og sætt sig við sjálfur. En Guð hann sprengdi þennan ramma þegar hann kom í Jesú Kristi. Og það sem hann gerði, það verður ekki skilið með skynseminni, heldur bara tekið við því og sem opinberun Guðs og tekið við því sem náð Guðs og tekið við því í auðmýkt. Vegna þess að fagnaræði það sprengir allar þessa ramma. Við getum ekki troðið Guði inn í okkar ramma, inn í okkar skilning, okkar mannlega skilning, hvorki heimspekinni, vísindinni, neitt annað. Guð Guð og Guð kemur á utan og inn í okkar heim. Við getum ekki fangað það. Fagnaræði sprengir ramma. Þráin eftir lifanda Guði, hún lögð sér hverju manni í brjóst. Og það tala það á einu stað að Guð hafi lagt okkur eilíðinni í brjóst. Hann hefur lagt okkur þess að þrá eftir lifa með Guð eilíð í brjóst. Þannig að þessi þrá hún kannski misdjúpt og við tökum mismikið eftir henni, en hún þarna hjá okkur öllum. Maðurinn hann getur aldrei fundið Guð með sinni eigin speki, sama hvað reynum.
Og það verður bara eins og smiðurinn sem að bjó til skurðgoðið. Það verður aldrei merkilega en það, ef við ætlum að búa til eitthvað sjálf. Við verðum að taka við því sem okkur er opinberað. Leyfa fagnaðarerindinu krossina að sprengja rammana, komin í líf okkar og breyta því. Og svo að loka þetta að þá verður líka æðsta markmiðið, ef við fáum að ganga með Guði og lifa með honum, þá verður dýrð Guðs æðsta markmið okkar, bæði það að lifa með Guði, sjá dýrð hans og að dýrð hans verði opinberist, allir menn fá að sjá dýrð Guðs. Og það er einmitt það sem að kristnimóðin hafa verið að gera með því að fara út á kristnimárslækurinn. Það er það sem kristnimenn hafa gert á öllum öllum, það er það að leyfa dýrð Guðs að breiðast út þannig að fleiri fá að taka við og fleiri fá að sjá hvernig er og taka við sem frelsari sínum. Í sálmunum, ég ætla að lesa að lokum 7. versi í sálmunum, aðeins seinna, eftir þetta. Ég ætla að lesa bara textan, 2., 3., 4. og 7. Eins og hindin þráir vatnslindir þráir sálminn þig og Guð. Sálminn að þyrstir eftir Guði, hinum lifanda Guði. Hvenær mun ég fá að koma og sjá augliti Guðs? Tálm minn urðu fæða mín dag og nótt, því að daglangt var ég spurður, hvar er Guð þinn? Og svo í 7. versi. Hví ertu buguð, sála mín, og ólgar í mér? Vona á Guð, því að enn mun ég fá að lofa hann, hjálpræði auglitis míns og Guð minn. Skulum byrja saman. Drottinn, við þökkum fyrir það að þú ert lifandi Guð. Við þökkum fyrir það að þú ert ekki háður duttlungum og visku og speki okkar mannanna. Við þökkum fyrir það að viska hjá þér er meiri heldur en viska mannanna og kraftur þinn er meiri en kraftur mannanna. Og þú opinberast að þann hátt sem þér þóknast. Við þökkum fyrir það að þú hefur opinberast okkur og við þökkum fyrir það að þú fáum að taka við þér sem frelsar okkar, sem drottn okkar. Við þökkum fyrir það að við megum vita það og treysta þessu líka þegar bjátar eitthvað á í lífinu, líka þegar við efumst, líka þegar menn hæðast á okkur og spyrja hvar er Guð þinn. Þá getum við samt vita örugg að þú ert Guð okkar og við tilheyrum þér. Og svo þökkum við fyrir það að þú hefur leyft Móse að sjá dýrð þína og við þökkum fyrir alla þá sem hafa fengið að sjá dýrð þína, fyrir alla þá sem hafa breytt dýrð þína heiminn. Hjálpaðu okkur til að leita þín á sama hátt og hjálpa okkur til að leyfa okkur að sjá dýrð þína þannig að við gleðjumst fögnum yfir þér og að við dreifum boðskapinn og þekkinguna á þér út heiminn. Leggjum fram fyrir kristniboðið, leggjum fram fyrir sérstaklega núna Ómorati og Eþíópíu og þetta að það vantar fólk að fara, það vantar fleiri kristniboða, það vantar kannski meira skipulag og já, það eins og vanti þennan lista sem við höfum verið að tala það sem kveikir bálið akkurat í Ómoratinu. Við þökkum fyrir Konso og fyrir allt starfið í Eþíópíu og alla þessa vakningu sem hefur verið undir þessum áratugum. Við þökkum líka fyrir það að við höfum fengið að taka þátt í þessu starfi, við höfum fengið að vera með. Það var blessað okkur mikið. Þökkum fyrir það. Bíðum samanáttur í Keníu líka. Þökkum fyrir að fagnaðarerindið breiðist út og við minnum líka á staðina sem hafa ekki fengið að heyra en vilja heyra. Já, legum okkur það að hjarta áfram Drottinn minn og sýnt okkur leiðir til að ná lengra út með fagnaðarerindið. Bíðum líka fyrir Japan, þekkir þann akkur sem er svo harður og við erum svo erfiðir. Já, við leggjum að fram fyrir þig, Drottinn, því að það er ekkert ómögulegt fyrir þér. Leggjum fram fyrir líka Satsju og sjónvarpskristniboðið og þjóðurnar sem eru á þessu svæði sem eiga margar svo erfitt núna. Leggjum sérstaklega fram fyrir Sýrland og Írak. Leggjum líka fram fyrir hina þjóðurnar sem er erfitt að trúa á þig og margir sem þjást. En það eru líka margir sem heyra orðið og margir sem taka við með fögnuði vegna þess að þú ert til lifandi Guð og þú ert til lifandi vatn. Við erum líka fyrir landin okkar hérna, Drottinn. Það er svo erfitt virðist vera líka hér og menn virðast telja þið viti svo mikið og telja þið þurfi ekki að fyrir að halda. Já, biðjum þið vakningu, Drottinn, og gefðu okkur kærleika og gefðu okkur visku, þína visku, þín kærleika og sýndu okkur hvernig við getum náð til fleiri með fagnaðarerindið þig þannig að þú verið dýrlegur líka hér á landinu okkar. Svo
Byggjum saman, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þitt vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vort daglega brauð og fyrirgef oss okkar skuldir, svo sem ég og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Við þökkum Haraldi fyrir boðskap sem